Vantar þig gott kuldakrem? Logobase Repair ver húðina fyrir frosti og veðri, hentar bæði börnum og fullorðnum. Logobase fæst í næsta apóteki. Suðurland FM, fjölbreytt og skemmtileg. Suðurland FM. Takk fyrir það, við ætlum að halda áfram með heilsuna hérna á Suðurland FM og það er akkurat þetta sem við ætlum að fara að fræðast um. Það er Logobase. Þetta eru húðkrem sem hentar bæði fyrir börn og fullorðna. Og hvað er Logobase? Það er spurning og hún Anna er á línunni frá Vistor. Komdu sæl og blessuð. Komdu blessaðir og sæl. Hvað segir þú í dag? Bara fín. Er það ekki? En því þarna fyrir sunnan. Við erum bara hress og kátt. Sól í hjarta og bara allt í blóma. Glæsilegt. Við erum svo heilsusamleg. Já, það ekki. Jú. Alla vikuna. Alla vikuna. Já, reyndar allt árið, við ætlum að reyna það. Herðu, en svo við bara byrjum. Hvað er Logobase fyrir þá sem ekki þekkja? Já, sko, í stuttu máli þá get ég sagt þér það að Logobase kremi, þetta er sem sagt sérhönnuð húðkrem fyrir þurra húð og eksem. Og þau spanna allt frá að vera svona bara venjulegt rakakrem og græðandi krem yfir í svona sérstaklega þróakrem sem hentar vel til nota á svona þykka, harða húðin sem svo er ofta á hælum. Jú. Og nú þetta eru krem sem þau eru öll án ilmefna og litarefna og svo segi ég alltaf voðalega stolt frá því að þau hafa fengið hérna viðurkenningu frá dönsku og sænsku astma- og ónæmissamtökunum og eru merkt með stimpli frá þeim. Þetta er gríðarlega mikil viðurkenning og ekki allir sem geta státa sig af því. Nei, nákvæmlega. Eru þið margar tegundir af Logobase kreminu? Það eru 3 tegundir mismunandi. Það er hérna Logobase feitkrem. Sem er ætlað fyrir hvað? Sem er svona meira rakakrem. Já. Merkta rakakrem, já, sem er í gulum túpum. Svo er Repair sem er mest selda kremi hjá okkur. Það er svona appelsínu gulum túpum og hvítum og er hérna, já, svona, við köllum það viðgerðarkremið okkar hérna. Já. Svona græðandi meira. Og svo LPL sem er fyrir harða hæla og hérna harða húð. Já. Og það er í svona fjólubláum túpum. Það kannast nú margir við harða hæla og sprungna. Akkurat. Og það er þá þetta Logobase LPL sem... Það er LPL-kremið, já. Sérstaklega fyrir það. Er þetta... Þetta er ekki nýtt á markanum, er það? Nei, sko, Logobase feitakremi, það kom fyrst á marka fyrir 25 árum síðan. Já, takk fyrir það. Já, og hérna, það er elsta krem, já, og er hérna svona feituríkt húðkrem. En svo er kannski alltaf verið að þróa þetta? Alltaf hreint verið að þróa þetta. Hver er svona aðal munurinn á þessum 3 Logobase kremum? Getur þú sagt eitthvað það? Já, sko, munurinn á þeim er sem sagt feitakremi, þetta í gulu túbunum, þetta er svona meira fjölskyldukrem og hentar bæði börnum og fullorðnum. Hentar líka mikið nota hjá þeim sem að vinna störf sem að reyna mikið á húðina og mikið nota sem handaburður. Repair kremið aftur í appelsínu gulu, það er mest selda kremið okkar og það hefur það umfram feitakremið að það er mjög græðandi. Já. Og eins og ég sagði að við köllum þetta svona viðgerða kremið okkar, þetta er svona svolítið við öllu. Og húðsjúkdómalæknar hafa mikið mælt með hérna Repairinu og það er sérstaklega þróað fyrir mjög þurra og skattaða húð. Já. Fyrir bæði börn og fullorðna með eksem og þetta er líka mikið nota samhliða annarri húðmeðferð sem að húðsjúkdómalæknar eru kannski ráðleggja sterakrem og læknar almennt og eru þá að mæla með Repairinu með milli og til að hvíla húðina. Og þetta þá kannski getur kannski verið gott sem það eru margir sem fá sprungna varir, þurra húð í frostinu. Akkurat, þetta er nefnilega einmitt líka mikið nota sem bara kuldakrem og notað í útivist og hérna mikið að skíðafólki notar þetta og við kulda eksemi og svo er oft krakkar voða þurr í andlitinu svo segir og hérna með rauða kinnar og annað og þá getur við afskaplega gott að bera þá Repairið á áður en að farið er líka út í kuldan til að fyrirbyggja að fólk verði rautt og fái jafnvel eksem. Já. Og þetta getur haldið í niðri. Já, nákvæmlega. Og ég sé hérna að þetta Logobase Repair, þetta er greinlega magna krem þar sem að konur geta notað þetta líka á ýmar geirivörtur sem konur með barnabrjósti.
algjörlega. Og rauða barnabossa? Já, líka. Já, en krakkarnir eru með rauða rassa, sko. Þannig að þetta eins og þú segir, þetta algjört viðgerðarkrem. Það það og líka eins hérna, hægt að segja líka fólk sem að stundar mikið sund, að þá hendar Repair mjög vel því að hérna, málið að vatna það skóla burt fitu úr húðinni og þá þarf eitthvað til þess að vinna upp þetta fitutap. Jú. Og þá einmitt mjög gott að setja hérna Logobase Repair á sig áður eftir sturtu til dæmis og bara í þunnu lagi. Nú líka Repair það inniheldur ekki rótvarnarefni. Gott að geta sagt frá því. Já, og hvorki ilmið eða litarefni? Nei, og ekki spera. Þetta svolítið magnað. Logobase LPL, svo við svona rýnum aðeins í þar. Já, það allt öðruvísi krem. Það nefnilega eingöngu ætlað á svona þykka hreistraða og harða húð, til dæmis eins og á hælum og olnbogum. Og þetta fjarlægir þykku húðina. Og þetta inniheldur bæði mjólkusýru og propylenglikól sem að losa hreistraða og mýkir húðina. Þetta svolítið magnað. Þú notar þessi krem væntanlega? Já. Og ég bað eina sem fótaaðgerðarfræðingur að prófa LPL fyrir mig. Og hún sagði mér að hún kom til mín eftir það að þá getum við vita því að hún get ekki með nokkur mælt með þessu því að hún var bara hrædd að missa vinnuna. Já, það ágætis meðmæli. Já, það óvægt að segja það. En hvernig best að nota þessi krem? Ég sé að það best að bera kremin í þunnulagi. Já, algjörlega vegna þess að þau eru svo drjúg og það svo lítið af þeim og þau eru pínulítið feit. Þannig að að gera nota lítið af þeim, alls ekki að vera brugðilega neitt með þau. Nei. En mér langaði að segja með LPL kremið að það er mjög sniðugt að ef að fólk vil losna við harða húða á hælum, að bera það á sig kannski á kvöldin áður en farið að sofa og fara jafnvel í bómullasokka. Gera þetta nokkuð kvöld í röð, þangað til að harða húðin er horfin og svo eftir það er hægt að bera þetta á kannski bara einu sinni í viku eða hálfsmánaðar fresti og viðhalda sem sagt mýktinni í húðinni. Þetta LPL krem, þetta kannski að koma í staðin fyrir maður þurfa að vera að þjala hælan alveg alla daga. Nákvæmlega. Tekur svolítið styttri tíma líka. Já, nákvæmlega. Og hvar get ég fengið Logobase? Bara í öllum apótekum. Og í öllum apótekum eiga að vera bæði til pröfur af þessu og bæklingar sem eru með náttúrulega öllum upplýsingum þessi krem. Og ég bara hvet alla sem hafa áhuga að prófa þetta að fara í næsta apótek og fá sér pröfur og bæklinga. Sjálfsögðu, ég veit ansi marga sem þjást að þessum harða hæl og með sprungna hæla og þetta eitthvað sem fólk ætti að prófa. Nákvæmlega. Það tók hvort að sjá ekki munn. Þetta frábært, Anna mín, takk fyrir spjallið og þessar upplýsingar Logobase. Við hvetjum fólk til þess að allavega fara í apótek og fá pröfur. Nákvæmlega. Og prófa þetta sjálfan sér. Að gera. Takk fyrir þetta og eigðu góðan dag. Takk, já, sömuleiðis takk. Takk, bless.